Hvað er erfðafræðilegur fjölbreytileiki? Það er í raun hversu fjölbreytt erfðaefnið er, DNA-ið, ekki einhverjum einstakling, heldur heilli tegund eða heilum stofni. Stofn er hópur lífvera á sömu tegund sem lifir á sama svæði. Eftir því sem að erfðaefnið er fjölbreyttar hjá þessum hópi, þeim mun fjölbreyttar er hópurinn. Fleiri ólík einkenni til staðar og þar af leiðandi eru einstaklingarnir þá mögulega tilbúnir að takast betur á við breyttar aðstæður. Svolítið auðvelt að horfa á þetta í hina áttina. Ef það er lítill fjölbreytileiki, já, þá er allir eins eða því sem næst. Og hvernig gengur okkur þá að takast á við breytingar? Jú, þá er allir meira og minna eins, þannig að annarkvort lifa allir af því að þeir eru breytingarnar henda þeim, eða þær henda þeim ekki og það bara deyja allir eða því sem næst. Þetta skiptir máli þegar það verða breytingar. Þetta skiptir máli þegar að ekki bara umhverfi breytist, það koma nýjar tegundir inn á svæðið, allar svoleiðis breytingar skipta máli. Þetta skiptir líka máli þegar fer að fækka í stofnum, til dæmis út af breytingum. Því að þá minnkar fjölbreytileikinn og þetta er kallaður erfðafræðilegur flöskuháls þegar einkennunum fækkar og fækkar og fækkar, þá verða fáir einstaklingar eftir, svo fara þeir að fjölga sér aftur og þá verður til nýr fjölbreytileiki hægt og rólega með stökkbreytingum. Það tapast út fullt af einkennum hana. Eru þessi gömlu einkenni lífsnauðsynleg, stundum ekki, en þessi flöskuháls, hann getur orðið þess eðlis að það verða bara fáir einstaklingar eftir. Það verði of lítill fjölbreytileiki eftir, þannig að tegundin deyr út. Þannig að til þess að takast af við breytingar, til þess að lifa af, þá þurfum við ákveðin erfðafræðilegan fjölbreytileika sem er í raun, hversu fjölbreytt erfðaefnið, DNA-ið, hjá heilli tegund er.